Komið sæl, það ákveðin gáta sem við getum fundið í fyrra Tímóteusbréfi í öðrum kafla, 13. og 14. versi. Og við skulum lesa þessi vers, þau hljóma þannig. Því að Adam var fyrst myndaður, síðan Eva. Adam lét ekki tælast, heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg. Þannig hljóma orð Páls. Og gátan svo, hver það sem að á sökina fyrir syndafallið hér? Í fyrstu getur það hljóma eins og að Eva eigi syndina og eigi sökina vegna þess að hún lét tælast. En það skýrir þó ekki allt sem stendur hérna vegna þess að bæði tóku ávistun af skilningstrénu og átu hann. Þannig að bæði eru í rauninni brotleg. En hver það sem á megin sökina hérna? Eva sem lét tælast eða Adam sem lét ekki tælast? Og hvernig má það eiginlega vera? Nú í fyrstu Mósebók í 3. kafla þá sagt frá þessari sögu að Eva hafi talað við höggorminn og höggormurinn hafi platað hana til þess að taka ávöxtinn og eta af honum og hún gaf síðan ávöxtinn til Adams og hann át líka. Og það getur þá litið út fyrir að það sé Eva sem að rauninni fær sökina vegna þess að hún svo fyrsta sem hann tekur af ávöxtinum. En það ekki alveg nógu góð skýring. En þess að Adam var þarna líka við hliðina á henni, hann sá allt það sem gerðist. Og Páll hann bendir á það að Adam var skapaður fyrstur. Ekki bara var hann skapaður fyrstur, heldur annar kafli í fyrstu Mósebók segir okkur það að það var Adam sem að fékk boðorðið að taka ekki af ávexti skilningstrénsins. Það var hann sem að talaði við Guð þetta og síðan það Adam sem að hefur kennt Evu og frætt hana þetta boðorð. Þannig að það var Adam sem átti aðal ábyrgðina hérna og það Adam sem svikst undan. Hann stendur bara þarna og horfir á og lætur atburðarásina eiga sér stað og þegar hann síðan tekur við ávistinu þá veit hann nákvæmlega hvað að gerast. Og hann gengur inn í syndafallið með opnum augum og fullri vitund. Þess vegna það líka Adam sem fær megin sökina og við getum séð það bæði í 3. kafla fyrstu Mósebókar og síðan talar Páll það líka mjög opinskátt í 5. kafla Rómverjabréfsins. Það Adam sem fær sökina, ekki Eva. Og það í rauninni lausnin á þessari gátu í fyrra Tímóteusbréfi í öðrum kafla að jafnvel þótt að Eva hafi látið tælast fyrst, þá var Adam þarna og hann átti að axla þeirri ábyrgð að stöðva það sem var að gerast, segja frá. Þetta ekki það sem að Guð hefur sagt við okkur. Guð sagði að við mættum ekki taka af ávistinum. Adam átti að axla þessari ábyrgð, hann sveikst undan og syndafallið afleiðing þess. Þegar við síðan komum aftur í fyrra Tímóteusbréfi í annan kafla, þá karlmaðurinn kallaður aftur til ábyrgðar og til að axla ákveðinni ábyrgð í söfninum það að tala orð Guðs. Rétt eins og hann kallaður til þessarar ábyrgðar í 5. kafla Efesusbréfsins og þá í fjölskyldunni eða samhengi fjölskyldunar. Það hann sem að líka verður kallaður til ábyrgðar á hinsta degi. Látum við vita hvað ykkur finnst þessa lausn á þessari sérstöku gátu sem við finnum í fyrsta Tímóteusbréfi í öðrum